Liður sem stofnun hitaveitu á Baðseyri og staða mála verið kynnt. Og ég ætla að biðja Guðfinnu sem hefur af okkar hálfu leitt þessa vinnu að skýra okkur frá stöðu mála. Gjörðu svo vel. Já, við Drífa höfum nú verið í því báðar og vilt að ég kynni frekar. Já, vinnuhópurinn sem að var skipaður á sveitarstjórn hefur fundað nokkrum sinnum til þess að koma á, eins og þið þekkið, koma á félagi starfsemina sem þarna, sem sagt hitaveitu á Baðseyri í landi Stóra-Klofa, Litla-Klofa. Og það hefur náðst núna, sem sagt, samkomulag, eins og þið hafið séð í gögnunum. Þetta eru drög samt sem áður að stofnsamningi, samþykktum og öðru. Nú við fengum samkvæmt við bókun sveitarstjórnar, veitt okkur Drífu heimild til þess að leita líka til lögmanns ef við þyrftum á að halda. Og það var gert, það var fengið minnisblað frá Lex stöðuna sem fann ekkert að stofngögnunum. Hann gerði svona einhverjar aðrar athugasemdir sem að þá hefur verið tekið til og tillit til að miklu leyti. Og það var fundur hérna í gær klukkan 1 þar sem allir aðilar hittast, sem sagt fulltrúar núverandi notenda. Og stofnfélagar verða hérna Íslensk matorka, Leirubakki, Skarð og Rut Árnadóttir. Og það var metið þannig, sem sagt, til hlutafés þá var metið stofnlagnir, sem sagt, stofnlagnirnar frá borholunni sem Íslensk matorka á að fiskeldisstöðinni og svo aftur stofnlögnin frá borholu að Leirubakka. Og þetta var metið, svona það var nú erfitt náttúrulega að vita það var að ná samkomulag þetta mat sem og svo fær Skarð líka út af því að farið yfir þeirra land með lagnir og það farið yfir land líka Rutar í landi Stóra-Klofa, þannig að þess vegna fær hún þessa hlutafé. Og svo geta núverandi notendur sem sagt keypt sér líka eða gert hluthafar á hluthafafundi eða sem sagt stofnfundin. Og þetta sem sagt hugsað þannig sem að byrja á því félag sem sagt starfsemina sem núna. Það verið komin í lögformlegt form. Því Orkustofnun gerði athugasemdir við að það yrði að vera félag sem stæði að þessum rekstri. Og það búið núna sem sagt að ná samkomulagi það að núverandi notendur stofna þetta félag, taka við þá núgildandi samningum þarnum og ég ætla að senda núna á Drífu svona uppkast og bara að taka saman drög að bókun, hugsanlegri afgreiðslu sem við getum bara rætt að senda hana og það eitt í því sem á eftir að gera, það var rætt það á fundinum sem sagt í gær að hafa stofnfund 17. september klukkan 20 á Suðurlandsvegi 1-3 þar sem félagið stofnað og það félagið fer síðan í framkvæmdir til þess að tryggja það ekki nægt nógu mikið vatn nú þegar fyrir þá sem tengdir veitunni. Þannig að það er að tryggja fyrst að það sé hægt að uppfylla á samninga sem nú þegar og vonandi verður hægt síðan þá að nýir aðilar getur komið inn, þess að keypt sig inn í þetta, komið inn í þetta því það eru aðilar þarna á svæðinu sem óska eftir því að geta tengst veitunni. Nú samningar við landeigendur sem Landgræðslan eða ríkið og Litli-Klofi.
það svona ekki búið að ganga frá skriflegum samningum en félagið, sem sagt, aðilar hluthafarnir hafa verið í viðræðum við það. Þannig að þeir ganga þá frá þeim samningum og ég á ekki að lesa upp þessa, þetta svona uppkast af hugmynd af bókun. Og þá bara byrjar þetta svona aðeins kynningaði félagum starfsemi Hitaveita á Baðseyri stofnað á grundvelli nýtingarleyfis Orkustofnunar frá 22. janúar 2013. Félagið mun taka yfir alla núverandi samninga við notendur á heitu vatni úr borholu á Baðseyri. Tilgangur félagsins öflun vinnslu og dreifingu á heitu vatni og markmið að afla meira vatns þannig að allir núverandi notendur og rétthafar geti haft aðgang að heitu vatni og þeir þurfi ekki að vera víkjandi eins og kveðið á í núgildandi samningum. Einnig verður möguleiki að bæta við nýjum notendum vel tekst til að afla meira vatns hjá félaginu með þeim framkvæmdum sem fyrirhugaðar eru. Svo kem ég þarna með svona, við erum að halda þessu áfram. Sveitarstjóra og Guðfinnu Þorvaldsdóttur falið að sjá stofnfins félagsins sem áætlaður 17. september klukkan 20 að Suðurlandsvegi 1-3 á Hellu. Þá jafnframt að leggja fram drög að samningi á milli væntanlegs félags og sveitarfélagsins þar sem fram kemur að hið nýja félag muni taka við núverandi samningu á heitu vatni á Baðseyri og því sem þeim tilheyrir. Það verði gert í samráði við lögmann sveitarfélagsins og drögin lögð fyrir næsta fund hreppsráðs sem heimilt verði að fulla afgreiða málið. Og þá sveitarstjóra og Guðfinnu falið samhliða að funda með oddvita Ásarhrepps fyrir stofnfundinn til að kynna stöðuna og óska eftir samstarfi málið. Það má þetta laga þetta eitthvað til og þetta ráði því hvernig sameiginleg bókun verður í þessu. En Ásarhreppur þetta aðili líka að þessu máli á sínum tíma eins og allir gömlu hrepparnir voru. Það búið að sameina þá alla hreppana nema náttúrulega Ásarhrepp þannig að við þurfum eiginlega að funda með eða þarf að funda með oddvita Ásarhrepps þetta mál og svo held ég að sé mikilvægt þó að þetta félag sé að taka við núverandi samningum að það sé þá tryggt að það sé gengið þannig frá því að sveitarfélagið sé í rauninni laust frá málinu. Þannig að þetta nú svona bara til umræðu þessar hugmyndir sem við Drífa höfum verið að ræða og leggja upp. Það endilega spurði því ef að... Það er alveg ljóst að þetta nýja félag, það tekur við öllum réttindum og skyldum sem þarna eru. Það er lykilatriði gagnvart því að sveitarfélagið sé þá þar með lausn þeirra mála sem þarna hafa verið og samkvæmt þeim drögum að þessum gögn sem ég séð þá held ég að það sé alveg ljóst að réttur þeirra minni notenda, við getum kallað á svo, hann er ágætlega tryggður í þessu. Það sem að ég kannski setti aðeins við og það kom einhvers staðar fram hjá einhverjum sem að hafði lesið þetta yfir, hvort það var í minnisblaði frá Lex, að það sé mjög rækilega skilgreint hvað eru stofnlagnir og hvað eru heimaeigur. Þannig að það kom ekki upp einhver ágreiningur það því að eitthvað hefur verið að aðilar sem hafa tengst þeir hafa lagt nánast að borholu eða langleiðina, við höfum skosti skilið það þannig og spurning hvað þeir telja að vera stofnlögn og hvort að það er alveg búið að fara í gegnum það. Það er svona þetta sem að ég var að hugsa hvað þið hafi heyrt það.
Guðfinnur Kjellsson? Já, þetta var rætt ítarlega og sem sagt stofnlagnirnar, það er bara stofnlögnin frá borholunni að baðsviði og niður í fiskeldisstöðina, en allar lagnir þar frá, eins og upp að Skarði, Skarðskirkju, sumarbústaðahverfin og annað, það eru þessar heimaðar sem að aðilarnir sjálfir hafa kostað. Og nákvæmlega eins með stofnlögnina frá borholunni og upp í Leirbakka, það eru þessar stofnlagnir, það er ekki heimaði, það er stofnlögn. Ég ætlaði mitt að spyrja sérstaklega Leirbakkann, sko. Já, þetta var það, hún er það sver og annað og það heitir stofnlögn. Og við minnir eftir þessa ábendingu að það hafi komið fram, við þurfum bara að athuga það við Drífa, hvort að þetta var ekki örugglega skilgreint ég hef ekki farið yfir drögin, þegar það komu ný áðan uppfærð. Það er eitt sem ég finnst kannski við ættum að bæta við í þessa bókun eða þá bókun sem þið vilja hafa að afgreiðslunni, að þetta nýja félag taki þá við eins og nefndir, þarna sem bæði réttindum og skyldum, og að ganga frá samningum við landeigendur auðlindar. Það er litla Við þurfum að bæta því við þessa afgreiðslu. Já, það er ríkið og það er annar aðili líka. Já, það er sem sagt ríkið, eða Landgræðslan, og það er umræður við í forsætisráðuneytinu það, og svo er það eigendur Litla Klofa, þeir eiga hlut í þessu. Það er að semja við þessa báða aðila formlega að þeir þá gerir samning við þetta nýja félag, og ég held við þurfum að bóka það líka hér inn að það sé. Já, að bæta þannig að við tryggja þarf að nýtt félag taki við réttindi og skyldur sveitafélagsins. Svo þarf að koma eitthvað líka þetta varðandi auðlindagjald. Já, það sé gengið tryggilega frá því að eða bara náist samningar við landeigendur. Já, sem sagt að nýja félag mun ganga frá samningum, eða sem sagt það er á þess ábyrgð, ég veit ekki hvernig þið vilja orða það, að ganga frá samningum við landeigendur auðlindar sem er stóri, sem er í landi Stóra-Klofa og Litla-Klofa. Ég veit hvernig þið vilja orða þetta. En já, þannig að við settum það inn að þetta er því svona blessað með lagmanni sveitafélagsins, þannig að þetta væri örugglega heimild til þess að við getum klárað það þannig. Þetta væri rétt gengið frá málum. Það. En þetta er náttúrulega bara það sem er að ræða, við getum náttúrulega ekki mikið skipt okkur af því, þetta er bara félag, núverandi notkendur eru bara að mynda þarna félag, taka við starfseminni sem þeir hafa bara verið með, eins og Íslensk matorka hefur séð þetta fiskeldi sem er alltaf að handhafa þessar samningar hverju sinni, hefur séð þetta og sveitafélagið náttúrulega upphaflega var með þetta og hrepparnir sem fengu þetta. Þannig að við erum svona svolítið að við erum bara að taka við þessu, komið sér í lögformlegt form. Mér finnst að þetta vera mjög ákveðið orðað þarna að þetta nýja væntanlega félag verði að ganga frá samningum, ekki að það þurfi heldur að verði. Já, var það ekki bara ágætt? Ég er stuttfundalíf. Gunnar. Fundalíf. Fundið er framhaldið og farið hefur verið yfir bókun með greinargerð frá fulltrúum sveitafélagsins í þessu máli
sem varðar stofnun Hitaveitu á Hvassaheiði og þar er komið að því að formlegt félag hagsmunaaðila verði stofnað og ég legg fram tillögu að sveitarstjórn fagni þessum áfanga og færi Guðfinnu og Drífu þakkir fyrir góð störf að því að koma þessum málum áfram. Við sveitarstjórn fagnar þessum áfanga. Þakka Guðfinnu Þórhallsdóttur og sveitarstjóra fyrir góð störf að því að koma þessu máli í höfn. Svona. Vill einhver bæta við þetta? Nei, tek bara heilsugur undir þetta. Þá erum við bara samstíg það og ég ítreka það við færum ykkur þakkir fyrir góð störf í þessu. En þá er komið að lokum þessa fundar. Dagskrá fundarins er tæmd og þá verður fundargerð yfirfarin og undirrituð og að því loknu er fundi slítið. Ég þakka ykkur öllum fyrir góðan fund.